Jú, góðan og blessaðan daginn. Júhú! Verið velkomin, kæru vinir nær og fjær, í þennan 5. þátt Kilroy-kastsins á áætlun. Hvað segirðu, Sóla mín? Ég segi alltaf gott. Þú ert alltaf svo hress. Já, takk, ég reyni. Já, þú reynir og stendur þið svo hetja. Já, takk. 100%. Eins og vanalega eru vist öllur mættar Rebekka og Sóla. Já. En í dag er gestagangur. Já! Það er svo gaman að fá til okkar gesti. Við erum að fá til okkar eitt stykki meistara, eitt smá. Hún heitir Kara Holm. Já. Hún er hún er búin að vera svo dugleg á TikTok. Hún er fullt af fylgjendum á TikTok. Já, hún er algjörmeistari. Hún er mjög dugleg að sýna frá lífinu sínu á TikTok, en hún fór í mjög skemmtilega ferð til Tansaníu. Já. Núna nýlega, það er ekki langt síðan hún kom heim. Og hún ætlar að koma til okkur og segja okkur aðeins og hlustundum og áhörundum frá því ævintýri. Já. Hvað hún var að gera og af hverju þar og hvað hún lengi og eitthvað svona skemmtilegt. Ó, ég get ekki beðið eftir að heyra. Nei, þetta er alveg snilt. Þannig að hún er bara rétt á komin, þannig að við skulum bara bjóða hana velkomna til okkar. Já. Jæja, þá er hún komin til okkar, Kara. Velkomin, Kara. Æ, takk fyrir að bjóða mér. Svo gaman að koma. Bara takk fyrir að koma. Við erum ekkert smá spenntar að heyra aðeins frá þinni ferðaupplifun. Já. Þú ert bara nýlega komin heim, er það ekki? Jú, bara 1,5 mánuði sinni mætti. Ó, og þú varst hvar? Ég var í Tansaníu og fór síðan yfir líka til Zanzibar, sem er samt eyja í Tansaníu líka. Geggjað. Það var svo gaman. Já, við erum ógeðslega spenntar, en svona aðeins til þess að pínu hlustendur fá að kynnast hér aðeins og við líka, þá erum við búin að undirbúa nokkra spurningar. Við köllum þetta hraðaspurningar, en þú veist, það er engin tæmir en eitt svoleiðis. Það er bara, þú veist, fyrst að segja þetta í hug, basically. Ok, tilbúin. Rebekka, Skjótt. Ég er með nokkra spurningar fyrir þig, Kara mín. Hvort ertu morgun- eða kvöldmanneskja? Ég er eiginlega nætumanneskja. Ég er svo mikil kvöldmanneskja að bara mótnarnir eru ekki my thing. Já, næri yfir á nóttina bara helst. Ég fer, þótt ég sé bara þreytt yfir allan daginn, bara það kikkar eitthvað inn hjá mér, bara klokkan 11, þá er ég bara komin í gýr. Þetta er alveg smá óþægilegt, en bara alveg náttúgla. Já, 100%. Tengi. Hvað er það fyrsta sem þú pakkar í töskuna? Örugglega bara svona óþarfa hlut. Bara eitthvað svona 15 pilsum eða eitthvað svona, þú veist, það er ekki tannbursti eða nærbuxur, sko. Það er bara eitthvað svona geðveikt óþarfa dæmi sem ég noti ekki í alla ferðina. Já. Valid, það er mjög valid. Nokko eða kollab? Og ég segja þér, hvorugt. Eins og Sóla. Já, ég er engin koffínmanneskja. Nei, það er líka flott. Já, og það er bara mjög gott. Það er líka, sko, ástæðan fyrir er þetta því að ég er svo 5 ára barn með svona kolsýru, þú veist, ég fæ kolsýru í nefið. Já. Svona, þannig að ég drekk alveg bara ekkert gos. Ég skammast mér ekkert eðlilega fyrir þetta, bara 25 ára, bara að ég get voða lítið gos. Þú veist, kristallin minn hérna til sætir, hann er búin að vera opinn bara í 2 tíma, þannig að ég get farið að drekka hann. Já, helst bara flatur. Bara flatt, sko. Ói, ein vinkur mín hristir kristallin nefnt líka áður en að drekka til að reyna að taka gósið úr. Já, það var ég. Þannig að ég er meira bara svona vatn. Ok, ekkert koffi. Fyrir mynd. Vá, ég er svo ánægð með þetta. Já, Sóla er á sama vagni. Já. Ég er alveg á leiðinni þangað. Já, ég bara. Já, ef þú fengir frítt flug út í heim á morgun, hvert myndirðu fara? Ég myndi fara til Brasilíu, til Ríó. Mér langar að sjá styttuna. Christ the Redeemer. Já, og líka bara þegar ég var í Madrid í skiptinámi, þá ég semst vinkonum sem býr í Ríó og bara ég eignaðist heila vinahóp frá Ríó og þau eru bara svo ógeðslega skemmtilega og það er bara svona, það er allt svo litríkt og bara fjaðrir og mér langar að fara í festivalið sem er alltaf í febrúar. Ríó Carnival. Já. Oh my God, það og síðan er líka myndin Ríó. Já. Hún er líka svo geggjuð. Já. Þetta er smá svona drauma áfangastæður hjá mér og bróðum mínum. Þannig að ég myndi fara þangað. Geðveikt. Það er mjög gott svar. Já. Og að lokum, hvert er uppáhaldsnammið þitt? Ef það er sigur þá er það bara uppáhalds. Það er smá það, sko. Ég er bara sigurfíkill á mjög háu leveli. Ekki mjög picky með hvernig sigur Nei, eiginlega ekki. Bara þú veist, jú, ok, ég ætla að segja allt nammi sem er svona 5 ára börn
borða. Ég er mjög mikið bara Svona lítið og skrítið, litríkt og súrt já, og þú veist, ég fer alveg í ísbúð og fæ mér, þú veist, hreinan ís með kúlónum, perlunum. Já, hlaupperlur. Hlaupperlur, já. Það er alveg bara Bara eins og 11 ára frændi minn. já, jep. Nice. Ekki góðast eins og 5 ára Nei. og með nammismakk eins og 11 ára. Já. Og þú veist, ef ég fæ mér bland í póka og fólk er eitthvað má ég fá? Ég eitthvað, já, kjössu vel. Ég fæ alltaf bara, ég er svona þetta það slæmt? Þannig að, já. Þú bara heldur þínu striki, sko. Já. Nammismakkur minn er ekki mjög vinsæll, sko. Þú ert nóg. Það er ekki að skammast því. Takk það bara gott í kvöld. Ég tek það. Og líka það var bara meira nammi fyrir mig, þannig að ég er bara að græða. Það er win-win. Ég veit það. Ok, geðveikt. Ég veit ekki, þú veist, hlustendur hafa nú örugglega kynnst þér aðeins betri þessar mjög djúpu spurningar. Já, ég er viss það. Ég er bara strax mér veist ég bara vita allt um þess. Já, nákvæmlega. Við erum alltaf ekki sem að blasið með nammið, held ég. Nei, Ekki. en það er alltaf læg. Já, 100%. Hvað veist ykkur gott? Er það meira svona sterkt, sætt, gummi, brjóssikar? Við vorum að ræða þetta áðan. Ég er nefnilega ekkert eitthvað bilað nammigrís, en ef ég þyrfti að velja uppáhaldsnammi, þá væri það djúpur. Já, Rebecca var bara með tegund í huga bara. Já, þú veist, út af því að ég fer ekki að kaupa mér eitthvað nammi, eða skilur Það ég... gett Nei, svo siffið dugleg. bara djúpur. Já, þú veist, ef ég ætti að kaupa eitthvað, þú veist, nammi út í búð, þá er það bara eitthvað svona gúmi, eitthvað rekt, eitthvað svona, já, djúpur, ég get getið heilan djúpupoka bara, það er eina nammi sem ég get bara svona andað að mér. Sannur Íslendingur. Það er alveg bara... Herru, þú sagði hvað Sóla? Ekkert, ég er bara sammála köru, sko. Já. Bara nammi og það er allt gott. Já. Þetta er eitthvað svona nammi fíkn. Já. Bara... Þú ert held ég annarkvort á nammi-vagninum eða ekki svo. Já, ég veit það. Og ég er á honum, ég er eiginlega sko stýri lestinni, sko, ég er alveg það. Bara fremst, bara með hérna Já, ég er það, sko. Þetta er bara, ef ég kemst dag á þess að borða nammi, þá er ég bara, yes, Oh my God. geggjuð. Háfri hetja. Háfri, Þú far há í kladdan. ekki dagsamt. Nei, Ég er bara að borða nammi í morgumat og kvöldmat nice. og örgulega. Living life. Jú, það var mikið nammi. Þetta voru spurningarnar. Og smá uppeyja, var þetta nammi? Sko, til þess að dempa okkur í ferðina hérna. Mér langar rosa mikið að heyra bara svona hvernig kom það til að þú ákvaðst að fara í sjálfboðastarf og af hverju valdiru Tansaníu? Sko, ég er með upp á veggnum við hliðin á rúminu mínu, er ég með svona risastórt svona whiteboard og þegar ég segi risastórt þá er ég að tala um cirka svona kannski og og þú veist, ég hef búin að sanka að mér fullt af svona það sem ég langaði að gera og svo efst í horninu var sjálfboðastarf og mjög skemmtilegt, þá var ég actually búin að skoða, þetta var eitthvað svona hjálparstarf með dýrum og það var, þetta er frá Kilroy sem er ógeðslega fyndið, þannig að ég prentaði það út og setti upp á og þetta er svona tabla sem ég er búin að sanka að mér bara í gegnum árin hvað ég vil gera, var sen ekki að pæla í þessu, fór bara, sen kom COVID og ég fór bara í skóla, sen bara horfði ég á þetta í daginn, ég var bara mér langar ekkert að vera í skóla, ég þarf bara að gera eitthvað og þá fékk ég svona ég þarf að gera eitthvað sem tekur langan tíma og þá var ég bara mér langar að hjálpastarf og síðan var líka TikTok algoritmi minn, hann var orðin bara þú veist, hjálpastörf og þú veist, ég var alltaf að fylgjast með einni stelpu sem var bara að segja frá Tansaníu og bara þessum samtökum og þá fór ég aðeins svona skoða þetta nánar út af því að ég veit ekki hvort þetta sé bara við eða Evrópa eða hvað, við höldum að Afrika sé svo hættuleg sem hún er örugglega, þetta er örugglega bara eins og allstaðar, þú veist, það er alveg staðir og lönd sem eru hættuleg en ég held bara öll Afrika, bara eins og hún leggur sig, sé bara hættuleg bara öll heimsálfan eins og segja bara, þú veist, Evrópa er bara hættuleg og hún var að segja frá bara svona að hún hafi bara farið, fundist hún vera mjög örugg og ég var bara hún var svara ógeðslega mikið af spurningum sem ég var með og ástæðan af hverju ég fór ekki og þá var ég bara býttu, þetta er kannski bara ekkert mál og síðan bara eftir ég fór þá var ég bara þetta er svo safe, þetta er miklu meira safe en ég held þannig að það er svona ástæðan af hverju það ítti mér að fara, veist, þetta var svona draumur upp á einhverju whiteboardi og síðan þegar ég sá einhvern annan gera sem mig langaði að gera þá var ég bara svona ok, ég get þetta líka og hún getur þetta Við erum eitthvað svona human inspiration dæmi þú veist það sem þú sér raun dæmi sem gæti verið þú Já,
það er nefnilega máli, hún var að gera hluti sem mig langaði að gera og svara spurningum sem ég var með Já, þannig að þú veist, það ítti mér einmitt að fara. einmitt. Ef hún þá okkur ekki ég skilur. Ég veit það nákvæmlega og líka, þú veist, ég elska að vinna með börnum og hef alltaf unnið með börnum. Þannig að þetta er eitthvað sem ég langaði bara virkilega að gera og sjá svona að ég hafi ekki langflestir séð TikTokin bara eitthvað svona með börnin og eitthvað svona og maður er bara ég vil gera þetta og þannig að já, hugsa bara einmitt, okkur ekki ég. Já. Já, þetta vel gerst ég bara að kýla á þetta. Já, Gera þetta. já, en þú veist þegar ég sagði út að ég er búið með 2,5 ár í háskólanáminu mínu, ég var einu en eftir þegar ég var að segja fjölskyldunum minn það var bara ein amma mín var bara, nei, þú ert bara sæktu plaggið, bara sæktu blaðið, sæktu að 4 blaðið og ég var bara svona, mér langar það ekki, þú veist, ég var bara, nei takk og ein amma mín var bara, kláraði bara og þá bara verður þetta í lagi þá getur farið og ég er svona ok, þannig fór ég eitthvað mótþróa líka, þetta er mjög mikið svona, það eru margir partar sem spiluð inn í hvernig ég endaði þarna og þú veist, síðan var líka eitthvað mótþróa sem kikkaði inn hjá mér, bara eitthvað svona viljið þið að ég sé í skóla þá er ég bara hætt Þetta er svona, ef þú segir mér að fara til hægri þá ætlum ég til vinstri já. Og þú veist, síðan þegar ég var komin út og búin að vera þarna í eitthvað tíma þá hringdi amma í mig bara grátandi bara, ég er svo stolt að þér og ég var bara now you're proud og þú veist, þess að núna eftir ég er komin heim þá er fjölskyldum mín er bara eitthvað svona, þú ert ekkert að fara í skóla ég er bara eitthvað svona, ég er að fara að klára, ok ég er bara að skráma eftir þannig að þetta er bara já, þetta er eitthvað svona ógreind mótþróaröskun líka inn í þessu öllu saman. En þú ert að fara bara að klára Já, bara í haust er ég að fara að klára. Þetta er bara, þú ættir einu eftir að klára þessa einu á BS og þá bara síðan er bara, hverjum er ekki sama og klárir 1 ára setna þegar þú ert fertug, það er engin að pæla hvort þú klárar þetta á 4 árum eða 3 eða 3 árum og þetta er smá sama með menntaskóla líka, þú veist, muni ekki eftir fólkinu sem fór ekki beint í menntaskóla eða þú veist, droppað út eða eitthvað fór að ferðast, en síðan bara er þau einhvern veginn búin að ná öllum núna, það er engin að pæla lengur eitthvað svona, ég tókst þig 7 ára að klára menntaskóla, það er engin að pæli Það jafnast út bara. Þetta jafnast allt út þannig að hverjum er ekki sama Já. Þannig að þú sýndir fjölskyldunni bara í 2 heimannar. Já. Sjáðu mig núna, ammo afi. Ég er í Afríku. Ég veit það og einmitt að fá líka frá þú veist fólki bara eitthvað svona vá stolt að þér og ég er svona vá, þú veist, út af þau vilja alltaf það besta fyrir þig en þau vilja það besta fyrir þig það sem þau halda sé besta fyrir þig út af þú veist, það er enginn sem veit að nema bara þú sjálfur þannig að auðvitað er miklu öruggara að vera bara í Íslandi og vinna bara í sömu vinnunni og bara gera alltaf sama heldur en að fljúga hinum megin á nöttin í aðra heimsálfu það sem bara áróðurinn í landinu er bara svona, þetta er svo hættulegt því það verður bara stólið auðvitað er það bara miklu auðveldara. Fékkst að heyra það oft svona bara eitthvað, oh my god, þeir eru örugglega stólið eða eitthvað svona mýtur áður en þú varst að fara til Afríku? Ég fékk meira bara eitthvað svona, þú verður samt að passa þig. Þú veist aldrei hvað þetta fólk getur gert. Þú veist svona, þetta fékk ég mikið en ég fékk ekki að heyra bara þau eru hættuleg, þau eru að fara að drepa, þú veist, þetta var ekki þannig, þetta var meira svona að dansa í kringum það svona já, bara passa sig en þetta var meira held ég bara ég sjálf eitthvað svona ég er alveg bara svona 1,60 og það er bara þetta þú veist flikka mér inn í eitthvað bíl og ég er bara farin með blá augu þú veist, þannig að þetta er meira eitthvað svona ég bjóð til eitthvað træðsla ára líka bara í heilanum á mér sem bara fór eftir 2 kvöld eða eitthvað. Já, og þú allavega fóst og varst hvað lengi? Ég var 3 mánuði 2 mánuði í Tansaníu, semst inn í landinu í hjálparstarfi með börnum og fór síðan í 1 mánuð til Zanzibar þar sem ég var 2 vikur í hjálparstarfi sem þetta heitir Coastal Marines held ég já ég held það heiti það þá var maður bara eitthvað svona sjá höfrungana og hleypa skjaldbökubörnum út í sjó og ég fekk að gera svona, oh my god, ég fekk að gera seaweed farming þar sem ég fekk að vera með svona local women og við fórum út í sjó harvestuðum seaweed og fórum í gegnum allt prosessu, þurrkan, þrífan setja í vél og gera þetta svona púðri svo þær getur selt þetta og fengið meiri pening og þetta var svo geðveikt hjálpa að skapa atvinnu og og bara svona sjá hvernig þær gera þetta út af þú veist, náttúrulega menningi þarna er líka bara svona konur eigi ekki vera að vinna konur eigi bara að sjá börnin
og menn eiga bara að vera að vinna Já, og þeir verða bara sumir reiðir ef konan er að vinna og hún á bara að vera að ala upp börnin hans og Já. allt þetta sko þannig að já, það var ógeðslega gaman síðan ertu bara eitthvað á bikinium í bát Já. í þú veist sól alla daga, Svo er það líka svo er það Það er ekki hægt að klúra sér. nei, ég veit það En hvað getur lýst bara fyrir mér að ég er að sjá fyrir mér, þú veist að vinna með börnum, þú veist, hvað felst í því þegar þú varst í bara Tansaníu að vinna með börnum, kenna ensku, þú veist já, á einhverju leiti en ég var til dæmis að vinna með börnum sko, í mínu skóla voru bæði 1 árs til 4 ára börn og síðan annað bekkur sem var 4 til 6 ára ég valdi að vera í 4 til 6 ára bekknum og mér fannst ég bara gefa þeim miklu meira og þú veist, í þessu þau sitja bara við borð í 3-4 klukkutíma bara 2 ára börn og þú ert bara að hjálpa þeim að skrifa sem því bara ég held í hendina þeim og síðan er ég bara að skrifa með þeim þú veist bara aftur og meðan eldri börnin ég gata eins meira svona bara svona leiðbindum og tengt við þeim miklu meira og við vorum bara þau vorum eins og hver dagur var eitthvað fag þannig við gerum þú veist stærðfræði á mánudum ensku á þriðjudum en þetta var ekki, þau voru ekki að læra eitthvað svona I'm gonna eat soup þau voru meira bara eitthvað svona for þú veist bara orðið for og voru bara að skrifa það mörgum sinnum stærðfræðin var bara eitthvað þau að telja út af þau eru 4 til 6 ára þannig að þetta er minni kannski kennsla og meira bara eitthvað að vera skemmtileg og hvetjandi og eitthvað svona þannig að ég var í svona smá stund búin að gleyma að þau væri 4 til 6 ára Ég veit það. þetta er bara leikskólabörn já, þú veist, ég var bara, einn dagur í stærðfræði þú veist, í hausnum á mér vorum við með 10 ára börn eða eitthvað, Já. en þú veist kannski með 5 ára strák eitthvað, ég veit það það er bara tölurnar Já, og þú veist, hann býr kannski bara í kofa og er ekki með neitt ljós heimi á sér þannig að hann veit ekki eins og hvað 1 + 1 er sem er samt, ef þú pælir í því hérna, þú getur ekki spurt held í 4 ára gamalt barn eitthvað, hvað er 1 + 1? Þau myndi ekki heldur vita þannig að þú veist, ég held bara út af því að þetta er svo fátækt ríki að þau eru að reyna að mennta börnin bara eins fljótt og þau geta og vissulega verða þau mjög framúskarandi miðað við eins og bara börnin hér en síðan þú veist fara þau kannski aðeins niður út af lífið er að vera bara erfiðara á meðan hérna verða alltaf forréttindin þú veist meiri og meiri og meiri þannig að já, ég veit ekki alveg þú veist, er þetta rétt, er þetta ekki rétt þau stjórna mjög mikið með svona bara hræðslu í rauninni ég svo aldrei kennar minn lemja neitt barn en bara leið og kennar minn labbað inn þá bara settist allir krakkarnir niður og þá var bara bara svaka síðan, ægi já og síðan leið og við ef við vorum inn í herbygginu þeim var svo drullu sama þau voru bara hver heldur þú og þú sért ég er ekki bara að setjast fyrir þig þú veist en leið og bara kennan setti bara hausinn inn þá var bara hræðslu svipur og var bara hérna sko þannig að það hefur eitthvað þetta er svo ólíkt því sem maður þú veist einhvern veginn svo þekkir líkt það er ótrúlegt sko og líka bara það kom mér eitt óvart bara ofbeldi sem þú veist börnin beita hvort annað stundu var ég bara hvað er að gerast hérna það var bara alveg eitt menningasjokk það sem bara 4 ára börn eru bara að berja hvort annað í andlitið og stundu var ég bara svona lapp kennslustofuna sem allt í einu heyrði ég bara og þá var bara strákur sem bara landi annan strák utandir og maður er bara eitthvað svona ok, á ég að stoppa þetta eða og í rauninni hvað sem þú gerir þau munum bara gera þetta aftur til 2 sek og síðan bara er annar hérna sem er að lemja eitthvað með skólatösku og þú veist þannig að við komum eða ég kom bara upp með system út að ég einmitt vann á leikskóla í 3 ár og búin að vera að passa börn bara endalaust að hérna ég lærði bara hvernig þau segja óvinur og vinur og síðan var ég bara svona þú veist ég segja bara út af það er Rafiki, það er vinur og þá þú veist þóttist ég berja eitthvað ekki bara berja út í loftið og ég var bara Rafikis og þau voru bara no og síðan var ég bara Rafikis og þau voru bara yes þannig að veist, stundum voru þau fann að pikka í mig og voru bara teacher Rafiki og ég var bara og síðan bara no Rafiki og ég var bara rétt þannig að veist, það var einhvern veginn eina sem virkaði það sem maður var bara kennaði bara að vera góður og bara kennaði munin á því þú veist þú berð ekki vini hérna og allir í skólanum eru vinir þannig að þetta var bara mjög svona
maður þurfti að gera þetta mjög sjónrænt fyrir þau út af því að það er svo leðilegt að vera gellan sem kemur í hjálpastar og er bara hættu, skilur mig og maður er bara svona negging gella það voru alveg stelpur sem bara duttu í þannig en þær kannski einmitt voru ekki að vinna á leikskóla og og alls konar svona þannig að þetta var ég get alveg ímyndið með svona talandi menningasjokk eða svona þú veist þú hafandi verandi að hafa hvað er það að segja? Unnið, takk með börnum þessum aldrei kannski, skilur og fara svo aftur með börnum þessum aldrei og umhverfið og menningin og allt er bara alveg hinum megin og þú þarft svolítið bara aðlagast eða ekki, þú veist eins og þú segir, leita leiða til að líka til að þú veist að koma í þeirra menningu ég var ekki að fara að labba að kennar og mér vera bara, ég ætla bara að láta þið vita við ætlum ekki að berja hér veist, ég er ekki að fara að gera það þá þurftum maður bara að finna einhverja leiðir til þess að láta þú veist, halda virðingu við kennaran en á sama tíma kenna börnunum og þú veist, þau voru stundum bara að láta mig ytta blýantana sína og ég var bara já fyrir skólan sem áraðu bara að stinga hvort annað og ég var bara svona ok, ég er ekki verið að blýanta lengur þú veist þannig að myndir setja þessi svona learning curve alveg bara 100% og þú veist, ég var bara mjög heppin að fá að vera hann í 2 mánuði bara ég get ekki ímyndað með stelpunum sem voru hann í 2 vikur þetta er bara að þú bara kemur og síðan bara ferðu og hún myndar í rauninni auðvitað myndar connection við börnin en þetta er samt einhvern veginn það verður svo grunnt miðað við að þú gefur góðan tíma í bara í þetta þannig að út af eins og þú sagðir þetta er alveg nokkur menningasjokk á dag sko. Og mitt fyrsta daginn ég mun ekki gleyma þessu út af eins og ég sagði þetta er bara búin að vera draumur minn ógeðslega lengi og ég mæti fyrsta daginn bara geðu peppuð og bara eftir fyrsta daginn ég sagði bara stelpunum sem voru með mér ég var bara I don't think this is for me ég var bara ég bara held bara fyrsti dagur þetta er svo overwhelming og þau borða ekkert og þau eru bara með eitthvað svona hafragraut sem er alveg jafn þunnt og vatn og maður er bara eitthvað er þetta eina sem þau borða og þau eru ekkert að læra neitt þau eru bara í páfagaukalærdómi allan daginn ef ég myndi sýna bara þú veist við vorum með svona borð eða svona töflu já og þú veist það voru stafir eða tölustafir á hana 1 upp í 100 fóru yfir það kannski 5 sinnum á dag bara kunnu allt bara 1, 2, 3 upp í 100 ef ég hefði tekið bara töluna 11 út úr og þau eru bara heyrðu hvað talir þetta þau myndi vera bara ég veit ekki en þau vita hvað 11 er í röðinni en það er ekki hugmynd hvað 11 er bara eða það er bara 1 og sér það er svolítið bara endurtaka þetta er það sko og það er bara með eiginlega allt með stafina, með tölurnar með litina bara allt sem er alveg svona og maður situr hérna bara eitthvað svona hvað er að gerast hérna bara þau eru ekki að læra neitt það samt eru það að leggja svo ógeðslega hart fram bara því að þetta er hvernig þau halda sér best að kenna og aftur, ég er ekki að fara að labba að kenna hann bara okay, so this is actually not good you're actually not doing anything very clever right now anything ég veit það en þú veist þetta hljómar mjög svona challenging á rosa marga bóa skilur algjörlega en þú veist bara living the dream samt sem áður já þú veist eins og ég segi sumir dagar var ég alveg bara svona hvað er að gerast hérna og við fórum alltaf heim klán 12 ég var semst frá 8 til 12 og bara suma daga var ég kannski búin með það sem ég vildi kenna klukkan korter í 12 og ég er ekki að grínast ég bara satt svona í stólnum mínum og ég horfði bara á þú veist þennan berja annan gaur í þú veist 8. skipti í dag og ég var bara hvað á ég að gera og þeir voru strákarnir voru að lemja hvern annan með skólatöskunum sínum og síðan fór þess að gráta þá fóru einhvern veginn allir hinir á móti honum og ég var hann bara vil ég taki allar töskunar af ykkur þú veist það að fara að virka þannig að þú veist það voru alveg dagar þar sem ég var bara nei, já, bara ekki meira skilurðu, en síðan voru einmitt nokkru dagar sem að labbaði út og maður bara, þetta er best sem ég hef gert því bara í öllum heiminum, þannig að þetta er ekki allt bara eitthvað geðveikt og menningasjokk og allt svona, en þetta er svona 99% er þetta bara geggjað en það er kannski það sem gerir þetta geggjað, þú veist, það er 100% upplifunin sem það er og líka bara, auðvitað er ekkert gaman að sjá þau, þú veist, berja hvort annað en við fundum bara út úr því og bara fundum einhverja lausn og ég vonaði séu ennþá í dag bara eitthvað svona teacher Rafiki, þú veist ég vona það að þú veist það hafi verið eitthvað svona slæmt moment og og þau hafi
lært af því. Já, lært af því. Æ, dúllur. Ok, Já. geðveikt. Já, en hvernig var bara svona típiskur dagur í sjálfboðastarfinu? Þú sagðir þú var að vinna 8 til 8 til 12 og fyrst þegar ég fór þá var ég bara eitthvað svona, fæ ég bara að vera með þeim í 4 klukkutíma og þú veist, þegar ég mætti fyrst það var ég bara 12 er bara fínt, það er bara frábær tímasetning til að fara. Ótrúlega sniðugt. Þetta er bara frábær koncept hjá okkur. En já, síðan eftir á þá ferðu bara heim, ferðu þér hádegismat, síðan hefur þú svolítið bara frjálsar hendur. Það var ótrúlega mikið í boði til að gera, þú getur farið og heimsótt munaðleysingja hæli. Við gerðum, það var svona maður gæti gert svona arbönd og þetta var ógeðslega sætt. Þau voru með bara svona stöð og þetta er alveg óháð sjálfboðastarfinu, þetta var bara í Tansaníu. Já. Það sem ég var að þú gast í rauninni farðangað og þetta var eitthvað svona glerverksmiða og bara fólk með fatlanir að vinna þarna og þau voru að gera skartgripi úr svona perlum og síðan gast þú bara komið og gert þín eigin arbönd og þetta var svo wholesome og maður situr þarna bara með tónlist og þau sitja við sama borð og þú og eru bara að gera sína skartgripi. Síðan getur þú farið í svona women's shelter. Síðan eitt af svona eftirminnilegasta sem ég gerði var það sem maður gæti hjálpað fjölskyldum sem voru bara með einstæðum konum. Já. Það var bara svona konu hvað heitir það? Svona ég man ekkert hvað það heitir, en allavega bara einstæðar mæður. Já, og þá fór maður inn á markaðinn, keypti mat fyrir mánuð fyrir þau og fór síðan á heimsótt og fekk að heyra sögurnar hvernig þær enduð einar og þetta er oft bara mjög, mjög, mjög fátæka fjölskyldur og það var alveg erfiðar sögur og allt þetta. Og já, síðan bara fór maður stundum fór maður bara í búðina, laði sig í 2 tíma og þá var bara komið kvöldmatur. Já. Það var bara, maður var ekkert alltaf að gera eitthvað. Nei. Og þannig að þú hafðir alveg smá frítíma líka. Já, og það kom mér alveg óvart til að byrja með. Ég var alveg svona, hvað ég gera allan á frítíma? Og þetta hérna á Íslandi, það er allir í ykkur svona, ert þú ekki í 3 vinnum með það? Já, Þannig að þegar ég kom út, ég var bara, hvað ég gera þennan tíma? Já. Út af því ég á engan tíma hér. fannst þið tempóið þá bara svona aðeins hægar? Ekkert eðlilega. Rólegir? Bara mjög rólegt. Já. Og ég held sko að fólk í Madrid var hægt. Fólk í Tansaníu, þau eru svo hæg og það er allt svo chill. Já. Þau eru bara ekki að drífa sig sko. Nei. Þannig að já, svona eftir að maður kom heim úr skólum þá gat maður rauninni bara valið hvað maður vildi gera. Og síðan var það oft þannig að á kvöldin, á náttúrulega 2 vikna fresti, þá er rotation system. Sumir koma í 2 vikur og sumir koma í mánuð. Það er svona, þetta er svona 2 vikna koncept, það er svona algengast. Þannig að á 2 vikna fresti varstu alltaf að segja bæ við eitthvað og segja hæ við nýjan hóp. Þannig að fóruð þið saman út að borðum kvöldið eða hélduð þið pizzaveislu eða var eitthvað svona night camp eða eitthvað svoleiðis. Þannig að maður var á mjög fáir dagar í einu þar sem maður var bara ekki að gera neitt. En maður gat 100% stjórn á þessu sjálfur. Ef þú ert bara algjör introvert þá getur þú bara lokað hann í herbyggi. En ef þú vilt fara að gera eitthvað hverjum einsta degi þá bara go þú. Geðveikt. Já, maður stjórnar þessu mjög mikið sjálfur. Síðan game changer þegar ég fann rækt þarna. Þá bara hendur maður sig í ræktina og bara geðveikt. Já. Einn flottasta rækt sem ég komið inn í. Ok, hella. Já, það var alveg geggjað. Mér langaði líka því þú veist að tala það komu nýjar hópar, svona kannski 2 vikna fresti og eitthvað. Var ykkur, kynntist ekki fullt af fólki frá alls konar löndum sem var þarna með þér og tengdur við eitthvað ákveðin eitthvað í sambandi við eitthvað aðra sjálfboðaliða? Hvernig var það? Sko þegar ég mætti, þá mætti ég þarna í byrjun febrúar og eitt sem ég vissi ekki, í Ástralíu þá hafa þau sem sagt sumarfrí þeirra, 4 mánaða sumarfrí þeirra veturinn. Þau eru sumarfrí frá nóvember til febrúar og það síðan var alltaf sumarið hjá ég veit, ángriðs, ég fatta ekki. Ég var bara eitthvað svona, auðvitað fáið þið bara mánaða frí í kringum jólin bara svona eins og við. En þau fá það í rauninni, það er þeirra júlí. Þannig að þegar ég mætti þá var bara húsið fullt af Áströlum og bara ég bondaði bara mjög vel við þau en þau fóru þegar ég var bara búin að vera í viku. Og þá var ég alveg svona og þá kom fólk sem ég svona bondaði ekki alveg nóg vel við
og síðan fóru bara allir frá Ástralíu heim og þá svona varð húsið mitt svona 25 ára yfir og það var geðveikt og það var bara svona fólk sem var bara á sama stað og þú og það var bara ekkert drama og það var bara allir ógeðslega næs og bara fólki sem ég hitti það er ennþá nokkur í dag sem ég bara, hvernig var ég svona heppin að hitta þessa mannesku hitti geggjaða konu frá Bretlandi bara 42 ára konu og hún var bara sólin í bara líkama hún var geggjuð og ég eignast herbyggisfélagi síðasti herbyggisfélagi minn hún var bara, ég er ennþá í sambandi við hana og við fórum saman til Zanzibar og hitti systkini hennar þar og þær eru að koma til Íslands í nóvember þannig að og ég mun örugglega fara til þeirra þannig að maður á bara vini allstaðar sem er svo geðvikt og maður getur bara ferðast allan heiminn og öllum finnst líka ógeðslega merkilegt það er alveg smá selling point öllum finnst geggja að maður sé frá Íslandi það er maður er eins og geimvera maður er alltaf I've never met anyone from Iceland before ég bara það kemur ekki óvart, við erum svona, hvað erum við, 380.000 skilur, ég er bara eitthvað Nei, sko, undir lokin, þegar ég var í Zanzibar þegar ég fekk þessa setningu bara svona, oh my god, I've never met anyone from Iceland ég var eiginlega bara svona, ok þú veist, ég var bara, I'm over this good for you ég var bara svona, ok, please ekki segja þetta við næstu mannsku sama smáltaki nei, sko, alltaf, og síðan eitthvað, oh my god, have you seen the Northern Lights og ég eitthvað, no, what are you talking about þú veist, ég var bara svona, auðvitað ef ég séð þau, hvað meina og maður er alltaf svona, fyrst þegar maður er eitthvað, wow, er ég svona sérstök svo bara, ok, flott á þér, til hamingju, hér er ég veit það ég ætla að halda áfram með daginn minn bara svona, hvaða tími best að heimsækja Ísland og maður er orðin bara einhver íslensk ferðarskrifstofa skilur, bara svona að senda mig lista af hvað að gera og ég er svona eiginlega ekki sko farðu bara the golden circle og þá ertu bara góð En í sjálfbóðstarfinu þá voru þið sem sagt að gista saman allir sjálfbóðarleirnir og þið voru að deila herbyggi nokkur það voru sem sagt sko út af því að þessi staðsetning í Tansaníu er mjög vinsæl og þetta er bara ein vinsælasta og svona hjálparstarfar landi og staðsetningin þannig að þau eru með 3 hús eitt hús er sko 50 gellur undir 20 ára saman og það er bara fullt það er bara fullt hús og síðan er húsið sem ég var í og það er svona fyrir aðeins eldri og síðan er annað sem er svona blandað og það er ofta eitthvað svona ef 2 eru að koma saman eða 3 saman þá endaði því húsi og þú veist það er alveg svona mismunandi eftir húsum stundum geta verið ég veit eitt herbyggi það eru 12 saman í herbyggi 6 kojur þú veist ég var inn í það sem voru 3 kojur 6 saman og tók mér sko 2 daga að flytja mig herbyggi ég var bara það er ekki að mér líka illa við fólk en ég vil bara ekki deila kannski klósetti með 6 öðrum stelpum líka og þetta var náttúrulega bara alls konar fólk síðan er þetta bara alls konar fólk og það er líka svo fyndið þegar maður fer í svona, það er mjög sjaldan bara í daglegu lífi þar sem ég umgengst eitthvað sem ég fíla ekki þú veist, ef maður fílar ekki eitthvað bara er maður ekki í kringum hann þannig ertu bara sem ég fastur þannig að þú þarft að læra bara svona það er bara umburðarlyndi og maður það bara, þú veist, vera næs þú ert bara að skrúfa upp þolinmæðina bara to the top bara heldur betur og maður er bara eitthvað svona, ok, þú ert manneskja líka við getum öll verið hérna saman og þetta er bara hér út að maður er ekkert lengur í þannig aðstöðu í grunnskóla þá er maður forsaður til að vera með ykkur í menntaskóla líka háskóli sem er valfrjálst og þetta er smá svona bara rotation system í háskóla þannig að þú getur verið það sem þú vilt en bara, mjög langt sinni ég lendi í aðstöðu þar sem ég var svona ok, þú ert ekki mín típa mannesku og við þurfum að vera saman í húsi maður þarf svolítið að vera bara svona ok, við erum fullorðin við erum hérna saman þú ert partur af þessu með mér eitthvað nefnist bara, ég held sér ótrúlega humbling, ég held sér ótrúlega þroskandi fyrir marga að svona pínu fara í svona aðstæður sko. algjörlega svo fer maður á vinnumarkaðinu bara út í lífinu og eitthvað og það er manni aldrei að fara líka við alla í kringu sig öllum stundum í lífinu það er bara, það er ekki allir allra við erum eins mismunandi, við erum mörg og ég held sér mjög góð punktur fyrir það bara svona, þarna ertu svolítið bara svona ok, ég er hingað mætt ég þarf bara að æfa mig skilur þú veist, ég var alveg veikinn, það var alveg ein manneskja sem ég var alveg bara og hún var sko með mér þú veist, því að
það sem sagt þannig að það eru margir skólar sem í samstarfi við bara the organization, þannig að þú veist ef við vorum 3 í hjálparstarfi við myndum ekki fá sama skóla nema við myndum biðja það þannig að þú getur verið að fara í eitthvað skóla, hún eitthvað og ég eitthvað en stundum gerist það að þú veist 2 fara saman sem ógeðslega gaman, ég lenti bara með stelpum sem voru sjúklega næs nema þegar eftir 2 vikur eftir, þá lenti ég með einni og ég var bara, ég næstu var rífandi af mér háruð hún var bara svona, henni langaði svo mikið að hjálpa hann var á svo röngum forsendum að ég var hann bara en þú veist þá þurfti maður einmitt bara eitthvað svona suck it up við erum saman í þessu og þú veist, í endan var þetta bara allt í lagi sko, við rettum okkur bara ágætlega og svo þetta oft eftirminnilegasta fólki eitthvað svona bara fólk 100% sem eru stóri karakterar og já, bara 100% En þú veist af hverju svona sjálfboðastörf? Af hverju ekki bara eitthvað reisa eða eitthvað bara svona ferðast almennt, þú veist, hvað það sem að ég held að hafi verið ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona tabú hjá mér eitthvað að fara ein í reisu fannst mér miklu meira eitthvað svona skeri heldur en að fara ein í hjálparstarf þar sem ég myndi hitta fullt af fólki já. Ég held einhvern veginn ég myndi vera miklu meira ein að fara í reisu og væri miklu stærra skref og ég held líka að börnin hafi spilað stóran part inn í þetta þú veist að mér langaði að fara og gera þetta með börnum en á einhverju hlið þetta líka bara að fara einn í reisu maður þarf bara að vera ógeðslega hugrakur til að gera það og bara svona retta sér frekar mikið einn og bara veist, þegar ég ferðast þá fer allt úrskis bara alltaf þannig að þú veist eins góð og ég að ferðast einn og þetta venst alveg þá ég líka bara hræðilega að ferðast einn já, skilði það svo sem alveg mjög skiljanlegt sko já 100p við vorum aðeins að pæla líka svona eftir á hyggja þú veist, þú fórst þarna úr skólanum ferð í 3 mánuði, kemur heim fer bara vinnuna eða skilur, hvernig er að koma tilbaka horfir þú út og ertu bara ok, ég verð að fara aftur, ég verð að gera meir þú veist, hvernig er raunveruleikinn hérna heima og hvert er stefnan sett já, ógeðslega góð spurning sko, ég nefnilega hélt ég var alveg búin að ímynda mér þetta áður en ég kom heim ég bara, út af þegar ég var úti þá var ég bara vákaði þakklátt fyrir lífið mitt bara hérna og ég geti betur að koma heim og bara svona fá menningasökk þegar ég kem heim og síðan bara kom ég heim og ég ætla bara að vera alveg hreinskil ég fekk ekki menningasjokk og bara þú veist, ég var bara eitthvað svona ég skammaðist mín smá fyrir það að ég hafi ekki verið meira bara eitthvað svona oh my god já það var alveg, já þetta var alveg svona, ég átti alveg umröð við bróðum en ég var bara, hvað að mér þú veist, akkur ég ekki bara glöða já, þú veist, það einhvern veginn þannig að ég bara búin að vera eftir að koma heim bara smá svona flöt og ég held að sé út af því að þú upplifa svo ógeðslega mikið af hæs og ógeðslega mikið af lós að þegar þú kemur eða þegar ég kom heim þá ég bara búin að vera svona bara flöt lína bara flöt sem mjög ólíkt mér og annarkvort ég bara ójá eða ég bara svona þetta ekki alveg upp eða niðri já, þannig að fyrir mig að koma heim var smá svona þetta alveg búin að vera challenge sko og ég var líka bara, ég sagði bara við bróðum minn gæri ég bara, ég þarf að heyra í sjálfsfræðinum mínum this is not normal en ég held að þetta verði líka alveg þannig að þú veist, því lengra sem líður á því meira ég að taka frá hjálparstarfinu þetta var bara svona skellur að koma heim auðvitað tekur tíma að melta og ég hef ekki ennþá bara farið í gegnum myndina mína og ég hef ekki ennþá átt bara svona gott djúpt spjall við þú veist, vini mína fjölskyldu var bara, viltu segja okkur þú veist, hvað gerðist og bara allt þetta þannig að ég fór eitthvað smá í gegnum myndina mína daginn og ég var bara scroll upp þannig að þú veist, já, þetta búið að vera ógeðslega skrítið bara miða við hvað ég hélt þá var þetta bara allt annað en ég hélt að ég myndi koma heim í En gætur þú hugsað þér að fara aftur? Eða þú veist, myndir þú... Sko, ég að fara aftur í janúar. Ég kynntist strák úti. Sem sagt, var bara... Ég bara, jæja. Ég kynntist 5 ára strák úti. Nei, já. Nei! Ok, ég kynntist barni úti í skólanum sem ég bondaði mjög mikið við Já, bara karfan ástina Nei en já, sem ég bondaði mjög mikið við og fekk að heyra svona hans sögu og ég held að þú veist, þegar maður fer í hjálparstarf maður þarf að pæla í þú veist
af hverju ert að fara og ég skil alveg pointið að hugsa eitthvað svona þú ert bara að fara fyrir Instagram myndir og þú veist, ég fekk alveg nokkuð skilabóð sem var bara þú veist, á þennan bó og þú veist, ég skil þá hlið á umræðinni bara 100% út af því ég sá fólk sem var bara getur þú tekið mynda mér, tók upp barn og síðan bara yrtaði ekki á þú veist, barni bara restina af tímanum, þú veist, ég skil þetta en þú veist ég passaði mig mjög mikið, ég spurði kennara mína hvort ég mætti að fara í heimsókn til allra nemendana mína út af mig langaði bara að sjá þú veist, hvernig þau búa, hvað þau þurfa mér langaði að gera eitthvað svona langtíma breytingar en ekki bara skammtíma breytingar út af það eru mjög margir sem koma kaupa skólabækur sem geðveikt, ég ætla ekki að draga úr því en þú veist þessu skólabækur eftir mánuð verða orðnar svo rifnar að það bara þau eru alveg skemmt að ekki gert þetta, semi þannig að mér langaði að gera eitthvað sem þú veist, skildi eitthvað eftir sig og einmitt kynntist var með strák í skólanum mínu sem ég bara fann ótrúlega til með og við bara bonduðum mjög vel og semst að fara út og hann að fara í boardingskóla semst, hann á mjög erfitt heima hjá sér og býr við erfiðar aðstöður og þegar ég kom í skólan þá eiginlega bara mætti hann þegar hann vildi og að segja 5 ára barn að mæti í skólan þegar hann vildi bara já, nei og mamma svarst undir bara, heyri, þú ert ekki að fara í skólan og það var ekki að borga skólagjöldin þannig að þau voru ekki að tapa neinu og mamma hans glími við áfengis fíkn og svona alls konar sem bara 5 ára barn aldrei að þurfa að gangi gegnum þannig að hann læriði aldrei heima og stundum þurfti ég bara að fara og sækja hann í skólan sækja hann heim til sín til að fara með hann í skólan og núna sem bara ferli í gangi bara skólastjórinn og 3 kennarar eru bara takan frá 12 til 4 allir fara heim klón 12 en hann fara að vera til 4 pæli, ég borgaði 13 skall fyrir hann til að fá 4 tíma okkur einasta degi virkum degi, pluss eina máltíð restin árunu 13.000 í heild, ekki eitthvað svona á dag eða fyrir mánuð nei 13.000 fyrir 4 tíma á dag pluss máltíð restin árunu og hún mitt sendi mér daginn bara prófin hans og bara framförin, ég fór næst að gráta sko og hann stendur bara með með einhverjuna sína bara eitthvað svona fyrir fram á skólan og hún var bara að senda mér mynd þannig að ég að fara aftur í janúar og þá hann að fara í boardingskóla þar sem hann þarf ekki að búa við heimilsaðstæðunar heimavist og ég ætla að hlaupa í Reykjavík-maraþoninu til styrktar hans þannig að ég að fara aftur út í janúar en það sko, ég ekki að fara aftur í gegnum samtökin, bara ég var í 2 mánuði ég veit nákvæmlega hvernig borgin virkar ég veit, það kannski ekki þörf á að fara með þeim aftur og líka bara eins og við vorum að tala að vera með öðru fólki, þetta challenge ef ég veit hvað hótel ég get farið á ég búin að eignast vini sem eiga hótel ég myndi alltaf bara vilja fara þangað þannig að það svona framundan allan að fara aftur í janúar ætla að taka með mig bróður minn Davíð bara ángríns sem strákurinn, hann bara mesta blóm í heimi svo sætur spennandi, er þið spennt að hitta aftur? Ég svo spennt, ég líka fór til Zanzibar í mánuð og kom síðan tilbaka og fór að hitta hann aftur og hann var bara það svo gott líka því maður vill fara út til að líka upp á upplifunina og bara hvað maður lærir, pælti hvað þú lærði mikið á því að fara þarna út en þú ert líka að gefa svo mikið af þér augljóslega, that's the point þess að við viljum fara í sjálfboðastörf þar sem raunverulega þörf á þeim þar sem þau skipta máli og gera eitthvað fyrir nærumhverfið þannig að það hljómar eins og það hafi verið bara on point hjá þér og ég lærði miklu meira á sem 3 mánuðum en ég lærði bara í öllu háskólanáminu mínu sko það var 2,5 ár sko og einmitt þegar ég hugsaði hvað ég búin að vera lengi í Tansaníu þá var ég svona viku, en þegar ég hugsaði hvað langt síðan ég fór til Íslands þá var ég svona 5 ár bara þetta var ógeðslega skrítið, mér fannst ég vera búin að vera þarna geðvið stutt en ógeðslega langt síðan ég kom til Íslands þótt ég var búin að vera í 2 mánuði kannski bara því þú ert búin að breytast svo mikið bara ekkert eðla og það einmitt máli þegar þú ferð, ég fekk þetta líka ég fór til Madrídar, þetta bara svona ef þú ferð út, þú ert alltaf að fara að víkka sjóndeildarhringinn eitthvað þannig að eins og bara með þetta
þú tekur rauninni, vinkonum sagði þetta við mig og þetta meikar sem ekki sens, þú tekur rauninni bara þig og fer með þig í nýtt umhverfi, bara erlendis, verður ný útgáfa af þér og síðan kemur heim og þú ert að reyna að passa, þú veist, ný útgáfan af þér inn í gamla umhverfið og það er bara stundum bara púsluspil sem virkar ekki. Já. Þannig að bara getur verið rosa krefjandi og getur verið mjög þroskandi og algjörlega og þá er mitt bara þarftu aðlaga restina af púsluspilunu þínu í gamla umhverfinu þannig að nýja versjunu af þér passi þar inn. Þannig að já. Þetta er eitthvað svo fallegt Þetta er svo wholesome. Þetta er ekki, myndirðu mæla, þú veist, hvað myndirðu segja ef eitthvað sem er að pæli að fara í skiptinám? Nei, skiptinám, jú, þú fórst svo sem í svoleiðis. Fór svo sem í skiptinám. Já, en eins og bara sjálfboðastarf. Ég myndi bara 100%, bara 100% gera þetta. Út af þess að þetta er ógeðslega skeri og það er alltaf, allt sem er ekki inn í þægindarhringnum er bara alltaf ógeðslega skeri. Það er það alltaf. En það er líka enginn sem er í 8-4 vinnu fyrir venjulegt háskólanám og er bara eitthvað svona, ég er að vaxa ógeðslega mikið hér, skilur. Þú veist, það er bara ekki þannig. Þú verður að vaxa einhvers staðar fyrir utan. Þú verður að gera eitthvað svona óþægilegt og eitthvað kjánalegt þannig að þú sérst bara eitthvað svona, heyrðu ok, þetta var ekki að fara að drepa mig, ég verði í lagi, nú get ég fara að sækja, þú veist, næsta hlut og næsta hlut. Ég hef alveg sagt það oft, ég hefði aldrei farið í sjálfboðastarf ef ég hefði ekki farið í skiptinámið. Já, maður byrja kannski eitthvað Maður verður að byrja eitthvað staðar. Og byggja ofan á bara. 100%, bara, þú veist, byrja að fara 1-2 landa. Ef þú ert hrædd að fara í einu heimsreisu og síðan bara eitthvað svona finnur brúta, það er bara ekkert mál. Og þá ertu meira bara svona ég gati þetta alveg. Út af það svo ofta sem við búum til svona hræðslu áróður út af líkamannum okkar, hún er fyrst ógeðslega óþægilegt að gera eitthvað sem við þekkjum ekki. Þannig að þú veist, eins og þegar ég fór til Madrid, ég var bara aftur með þetta svona, það er verið að fara að ræna mér og síðan var ég bara svona, það var bara enginn sem rændi mér og það var bara heilin eitthvað svona í survival mode sem er bara við þurfum að passa þig fyrir einhverju sem er maður bara við erum ekki lengur hellisbúar sko, þið þurfum ekki að passa mig lengur en í nútíma samfélagi er bara svona að fara út fyrir þægindarhringinn er ljónið sem hellisbúarnir voru þú veist að elta eða hlaupa undan sem við erum búin að yfirfæra í eitthvað svona skoðanir annara og gera eitthvað óþægilegt þannig að stundið þarf maður bara að veist, gera eitthvað sem er ógeðslega óþægilegt og heilin segja smá bara svona fuck you við heilan, bara veist, þetta er ekki allt svona hræðilegt bara dempa sér í djúpulögina bara dempa sér í djúpulögina það er eiginlega bara, maður læri ekki að synda um bara dempa sér í djúpulögina og læri þetta sjálfur sko. Vá, vel sagt já, andjóks þú ætti kannski að vera hérna í sófanum vel að orði komin vel að máli komin ekkert smá, þetta eru bara mjög góð loka orð held ég já, þetta er gæðugt ekki það ég væri til að hlusta að tala bara endalaus ég er búin að vera bara með störu bara segðu mér mér stjörnir sko málið er það er bara, mér finnst ekki skemmtilega að tala mér finnst svo gaman ég geti í alvöru, fjölskyldunum eru oft sagt bara, þú geti tala vegg til lífs ég er bara svona, I know veist, ég og veggur, við værum bara we would be good for life bara besties þú ert sjálfrið nóg bara 100% ég get skemmt sjálfur mér svo ógeðslega mikið að þetta er bara stundum vandræðilegt sko. Ég kannum þetta, mér finnst það gott skil það er mjög gott skil en við munum líka vonandi bara að halda áfram að fylgjast með þér þú veist, ætlar ekki að halda áfram á samfélagsmiðlum og sína frá því þegar þú ferði í janúar og svona jú, 100% það er einmitt eins og vorum að tala um með þarna að koma heim ég er búin að vera í smá svona einmitt lægð og bara síðan bara upp áfram og bara, mér finnst þetta ógeðslega gaman og mér er svo skemmtilegt þú veist, að bara drífa aðrar áfram að gera eitthvað sem ég hef gert þannig að hérna, það er líka einmitt ástæðan okkur mér langaði að bara deila því sem ég er að gera út af því að mér langar aðra stelpur sjáu eða annað fólk sjáu hvað ég er að gera og sé bara svona, ok, hún gerði þetta þá get ég alveg gert veist, það er svona þetta sem er svona drifkrafturinn í af hverju maður heldur að fórum að posta sko. Já, og hvar á fólk að followa þig? Herðu, sko, þetta er svo galið dæmi. Ég held að sé Kara með 2 AM Holm á TikTok og Kara Holm með 2 M á Insta. Ok, þú veist, bara Kara Holm. Þið finna Þið finnum við þar. Já, við mælum alltaf með að fólk fylgir, það er ótrúlega gaman að fylgjast með. Já, og má ekki heita á þig líka fyrir marathónu? Heyrðu, jú, ég þarf reyndar að setja upp
eitthvað svona Einhverjar lendingarsíður. Já, ég þarf að setja eitthvað svona uppbyggt prófíl Mynd af Davíð Mynd af Davíð, líka einhverjum sína. Já, eða mynd af mér af Davíð Já. Þú postar því kannski Já. bara þegar Já, þegar ég geri það. Þannig að það væri Já. ótrúlega sniðut. Ógeðslega spennt Vá. Takk fyrir að fá mig Nei, Vá, takk bara fyrir komuna. takk fyrir koma. Þetta getur verið lengst í þáttu sögu lífsmíns eitthvað að við, getur verið Já, mín Já, vegna, sko. En bara algjör snilt. Við sjáum þig á TikTok Heldur betur og bara takk fyrir að koma enn og aftur. Takk fyrir Vá, þetta var ekkert smá skemmtilegt að heyra eins frá ævintýrinu hennar Köru. Já, bara geðvikt og bara litla sjálfbóðstarfið og ævintýrið ána með hann að bara skella sér líka svona út. Já, andjóks, ég held að það sé boðskapurinn bara, allir skella sér Já. í sjálfbóðstarf. Allir var sjálfbóðstar núna sko. Já. Og Tanzania, what a place. What a place, andjóks. Geðvikt. Já. En þá bara komið að lokum hjá okkur Já. og endilega followa podcastið, alltaf sama mantran í lokin. Já. Krakka mínir, endilega followa podcastið á Spotify og Apple Podcast. Já, reyta. Já, reyta, gefa stjórnur og svo náttúrulega bara erum við á Instagram og TikTok Já. og mætum eldhressar aftur í næstu viku. Yay! Spennó! Þannig við bara þakkum fyrir í dag og þar til næst. Takk og bless. Takk og bless.